Já, hérna höfum við svokallaða lambahjálp sem fæst í flestum búvöruverslunum og hún samanstendur þá af svona plaststauti og snúru, svona hæfilega stífri. Það er reyndar sumir vilja nú frekar skipta snúru og setja svona stífari rafmagnsvír í staðinn, og hugmyndin er þá að það sé þá betra að stjórnunum undir álagi, þannig að ef að verið að reka hann utan í eitthvað svoleiðis að hann sé ekki að bogna eða færast til, heldur sé stífur, og þá sé betra að stjórnunum þegar inn er farið í ána og lambið sótt. En það er maður notar grunn hugmyndin við notkunina er þá þegar erfitt er að ná hausnum eða það þarf sérstakt átak til að ná hausnum, og oft er það þá ef að hornin eru stór eða höfuðið er stórt eða bara einhverju ástæðu gengur illa að láta höfuðið fylgja með þegar að dregið er í framfæturnar. Og það sem maður gerir bara að fara inn og fínt að hafa þá bara nægan slakarunni á spottanum og hafa hringinn nógu stóran til að byrja með. Og þá fer maður bara inn og rauninni fínt að minnka samt hringinn svona með fingrunum þegar hann fer inn, aðalega til þess að þá nær maður betri stjórn á vírnum eða spottanum hérna fremst, svona þegar maður er að fikra sig aftur og upp eftir höfðinu og fara aftur fyrir hnakka. En þá rauninni bara fer maður inn og svo reynir að stjórna spottanum, fara aftur fyrir, og eins og svo ofta verður gott að gefa sér góðan tíma, og stundum ef að vel gengur þá nær maður að likkja aftur fyrir bæði horn eða nær að likkja aftur fyrir hnakkan í einni hendingu. En ef það gengur illa þá er að sjálfsögðu hægt að bara í róliheitum að komast aftur fyrir, og gott að vera öðrum megin og gott að vera öruggur að sé komið með einhverja smá festur sem að tekur á spottanum og fara svo yfir hinum megin. Þá er spottin kominn aftur fyrir hnakka eða aftur fyrir horn, og svo notar maður handfangið á hinum enda spottans til að hjálpa sér við að toga í spottan og ýta rörinu fram, og rörið á síðan að fara undir höku og kjálka, og það er sjálfsögðu óþarfi kannski að strekkja mjög mikið, þannig að það þrengist ekki að öndunarveginum á lambinu. Heldur er hugmyndin að það sé bara í það minnsta að framparturinn á rörinu sé undir höku, þannig að spottin haldist fyrir aftan hnakka, en svo þegar það verið að draga út að þá sé kannski ekki verið að færa rörin eitt fram og tilbaka, heldur leitast við að hafa það bara á réttum stað. Allan í þessum aðstæðum er auðvelt að nota bara puttan og halda við, en að sjálfsögðu í raunheimum getur það stundum verið erfiðara og þá þarf að nota báðar hendur, en að það sé þá rauninni bara átækið sé að koma á hnakkan og að hnakkinn og höfuðið sé þá dregið niður. Það sem við gerum með spottanum er að leimar hann svona hérna, þræðir hann með puttunum hérna á bak við hnakkan, auðvitað ef það er horn þá smeygir maður hann yfir, en þó það sé ekki horn þá nær maður yfirleitt að skorða hann svona hérna bak við, og svo þræðir maður hann svona niður með, þræðir hann svona niður með kjálkunum. Því ef maður er með hann of ofarlega þá skreppur hann bara af, en ef maður nær að þræða svona hérna niður með, þá helst hann alveg ótrúlega. Og svo reyni ég yfirleitt þegar ég er að tosa, þá reynir maður að hafa lappirnar svona hérna einhvern veginn, svona, þannig að maður viti af þeim, framlappirnar, og þessi ég svona fram með.
Og svo reyni ég að hafa svona einn putta, kannski vísifingur eða baukfingur, undir hérna hökunni til þess að stýra lambinu fram í grindina. Því að það náttúrulega má ekki, ef maður tósar bara upp bottana þá er hægt við að nefið fara niður. Já. En þannig verður maður að hafa svona einn putta undir og þá yfirleitt stýrist það bara mjög vel. Já. Hér er heimatilbúið hjálpartæki. Þetta er sem sagt bara ídráttarvír sver hann er stífur og svo er handfang úr mjóu vatnsröri, 2 göt í gegn, 30 í gegn og vafið utanum. Þannig að þetta er mjög handhægt og þægilegt. Oft gerist það þegar burður er stór hjá gemlingum að þær hafa miklar hríðir og það gengur ekki neitt. Og þá er oft sem að þarf að fara, víkka þær aðeins út með hendinni, þannig að maður komi hendinni inn og ná lambinu í réttri stöðu aftur í grindina. Þannig að það sé skorðað og renni ekki tilbaka. Og þá heldur kindin áfram með hríðirnar. Þá tekur oft langan tíma fyrir gemlinga að víkka almennilega að aftan, þannig að lambi komist út. Og það er mjög mikilvægt að gefa þeim tíma til þess að víkka á eðlilegan hátt, þannig að snoppan og fæturnir á lambinu sjáu að víkka fæðingaveginn. Og þá geri ég það oft þannig að þegar ég er búin að koma lambinu í skorður, þá bara leyfi ég kindinni að sjá í einhvern tíma að rembast. Stundum koma þær lambinu út sjálfar, stundum alls ekki, því að ef tungan er farin að bólna, þá fer ég aftur og hjálpa þeim síðasta spölinn. En alls ekki að reyna þær allt of mikið með því að þröngva lambinu út áður en að þær eru orðnar víðar aftan. Ég tek vírinn ekki af þegar það er skorðað í grindinni, bæði út af því að stundum er það þannig að maður nær honum ekki af, til dæmis ef hann er aftur fyrir horn og það er þröngt. Og svo er líka mjög gott, ef maður þarf að hjálpa lambinu síðasta spölinn, þá er mjög gott að hafa vírinn, af því að þá getur maður nota hann til að toga í. Það er miklu léttara í staðinn fyrir að þurfa kannski að fara með fingur aftur fyrir, eða þá að þurfa að reyna að troða vírnum á þegar það er mjög þröngt. Það er miklu auðveldara að koma honum á þegar lambið er ennþá hér frammi. Þá hefur maður pláss. En svo er annað að með lömb sem eru kollótt, það getur verið mjög erfitt að fá vírinn til að tolla ef maður þarf að toga í. Og þá getur hjálpað að setja vírinn aftur fyrir eyrun. Það er ekki alveg gulltryggt en það getur hjálpað. En mjög oft þarf maður að reyna að halda vel undir snoppuna og toga til þess að vírinn sleppi ekki af þegar maður togar í. Ég nota mest þessi hérna bönd. Já. Þau eru bara pelvan gatt, sko. Þau slitni ekki og auðvelt að brjóta þau og auðvelt að þrífa þau. Já. Svo getur maður bundið alls konar hnúta á þau og losnar alltaf. Svo á maður heila rúlla af þessu, þannig að maður notar þetta í 2-3 daga og svo hendur maður bara bandinu og fær henni sér nýtt og alltaf með hreint. Já, nákvæmlega.